Jæja Lárus, bragðdaufur fyrri hálfleikur og algjör spreng í seinni hálfleik. Hvernig upplifðir þú seinni hálfleikinn? Hann var kafla skiptur, hann var góður okkar hálfu framan af. Eftir við komumst 3-1 yfir þá fórum við kannski að verja þetta heldur mikið og í staðinn fyrir að halda fram að halda boltanum og spila boltanum. Þannig það er kannski eðlilegt, maður sér þetta oft gerast þegar liðin koma svona yfir en við hefum þurft að halda boltanum betur eftir við komumst 3-1 yfir. Einmitt. Og nú ertu byrjað núna annan leikinn í röð með Markus frammi í staðinn fyrir Ómar. Ertu svolítið mikið að horfa á hraðan í Markusi fyrir liðið, svona við liðin á Viktori? Já, Ómar hefur aldrei spilað frammi hjá okkur. Ómar hefur bara verið út á kantinum, þannig að Markus er ekkert hann í staðinn fyrir Ómar. En Markus og Viktor spiluðu mjög vel saman í dag og Markus er búinn að vera að gera flotta hluti fyrir okkur og það sem þið sáu hérna á vellum dag erum við að sjá á æfingunum. Hann er duglegur varnarlega, hann er með flott hlaup, þannig að ef hann heldur svona áfram þá er þetta bjart framtíð. Einmitt. Og talandi bjarta framtíð, nú ertu náttúrulega með 3 aðra nýja menn í byrjunarliðinu, hann náttúrulega Böddi og Gísli Eyjóls og Gummi. Hvernig finnst þið þeir hafa komið inn í liðið? Bara mjög vel, þeir hafa smátt liðin í þetta hjá okkur upp á Skaga og hafa lyft standardum hjá okkur á æfingum og þetta er hörkuleikmenn allir þrír, ólíkir leikmenn, hörkuleikmenn og flotti karakterar, þannig að þeir eru að falla vel inn í þetta hjá okkur. Akkurat. Getur eitthvað sagt með Erik Sandberg, er hann lengi frá eða? Erik er búinn að ná sig af þessum meiðsli sem hann var úti í einhverja 8 mánuði með og eins og oft á tíðum þegar menn er að koma tilbaka til meiðsli þá koma önnur meiðsli og við erum að vonast til þess að það séu svona 34 vikur í hann núna og það munar mikið hann. Erik, hann fékk mikla gagnrýni fyrir síðasta sumar. Erik var samt góður síðasta sumar og ef menn nenna að skoða það þá hann einn af okkur bestu varnarmönnum allt síðasta sumar, þannig að það er slæmt að missa hann og við bíðum spenntir eftir að hann koma aftur út á völlinn. Ertu sáttur með breiddina í ár versus í fyrra? Nú sá ég til dæmis þú ert með Ómar til að koma inn á bekknum og þú ert með Gabriel Snæ og svo ertu líka með Rafael Máni sem ekki að spila í dag en þú ert með snögga leikmenn sem getur komið inn á breytt leiknum. Já, og þeir sem vantaði hópinn það var Rúnar og það var hann Steinar og það var Erik, þannig að þessi 3 sem voru ekki í hóp út af smá meiðslum er hörku póstar líka inn í þetta hjá okkur, þannig að þeir kom inn og þessi strákur sem þú nefndir á bekknum og Ómar er búinn að vera meiddur þessum á bekknum, þannig að jú, það verður ágætis breytt. Akkurat, og taldi Rúnar, veistu eitthvað hversu lengi hann verið frá? Nei, þetta er bara, hann rétt mistað þessum leik, ég á alveg svona með næsta leik, þá verður bara að sjá hvernig næsta vika verður. Akkurat, herðu bara takk kærlega fyrir þetta og gangið vel.